Hæ, ég heiti Stefnir og er bráðatæknir hjá SOS. Ég fekk spurningu utan úr sal af hverju við setjum æðileggi og hvenær við setjum æðileggi og hversu stóra við þurfum þarna og hversu litla við þurfum þarna og hvort það sé bara ein universal eins og maður lærir á öllum nefnarsamskipum, það er bara alltaf græn skilur við öll hátíðleg tækifæri. Svo maður langar bara aðeins að fara yfir þetta með mönnum og þegar flestir kunna alveg að setja upp æðileggi og það er ekkert issue, höfum ekkert ágjörð því. Það er bara hvað ætlum við að setja og þarf ég í rauninni alltaf að setja það stærsta mögulega sem til er eða get ég aðeins fara einhver aðra leið. Þannig að við erum með þessa hérna liti og við þekkjum þetta hérna. Við erum með litlu gulu sem við setjum yfirleitt í krakka út af því að það eina sem við getum komið í og það er bara fínt að fá einn access einhvers staðar. Nú síðan erum við með bláar og við tölum með bleikar og við tölum með grænar og við tölum með gráar. Hvað þýðir þetta allt saman? Hvað þýðir þetta? Sko, millilítra fjöldanir sem við erum að setja í á mínútu sem á að vera í frjálsu rennsli á þessa litlu gulu færu 13 millilítra á mínútu svo við getum komið inn í gegnum þetta í einstakling. Það dugir náttúrulega ekki ef við erum farið í eitthvað heavy vökvagjöf. Þessar hér er ekki nema 42 millilítrar. Örlítið mismunandi eftir framleiðanda en það er rétt 42 millilítrar. Bleiku sem eru mjög oft settir í einstaklinga og það var oft talað medical einstaklinga að fá þetta, þeir sem var 10G fá bleika og þeir sem fara í slys og fá allavega minnst græna en það er bara ekkert issue, þetta er bara hvað er það að fara að gera? Nú, þessir hérna gefa okkur, samkvæmt þessu, 67 millilítra á mínútu, þessi bleiku. Þá förum við í grænu og við erum komin upp í 100, rétt rúmlega 103 millilítra, sumir fara upp í 107 fyrir bara eftir framleiðanda. En síðan erum við komin með gráu, sem við vitum öll að er fyrir tráma og mikla blóðgjöf og svona eitthvað fólk sem er verulega veikt og náttúrulega betra að setja í fólk sem hefur ekki eins mikið sársauka skyn eins og venjulega því að það er vont og þetta erum við ekki að setja í handabak á fólki, það er bara kvikindisskapur sko. Þetta tekur í flæði 236 millilítra á mínútu, þannig að við bara munurinn hérna frá grænu og yfir í gráu er bara gríðarlega mikill. Þannig að hvað ertu að fara að gera, af hverju setja upp æðilegg og þarf þessi einstaklingur að fá það stærsta mögulega sem til er. Þarf ég að setja allt sem að ég hef í olnbogabótinn á honum sem að hamlar fólki ógeðslega mikið við alla sína hreyfingar þegar fólk er bara vakandi með fúlu 5 og aðeins að verkjastilla eða eitthvað svoleiðis. Stundum er betra að setja bara í handabaki á fólki út af það er meira móbílt. Það sjálfsögðu setjum við þetta ekki við neina liði eða liðamót. En leið og þú veist með eitthvað svona góðan legg, þú setur bara grænan hérna í olnbogabótina og einstaklingurinn gerir svona, þá er hann búinn að loka fyrir flæðið. Í staðinn fyrir að hann er bara með hér, hún kemur hérna inn í og þó hann færi hendurinn sínum svona, þá eru allar æðarnar sem að taka við vökunum hér að vökun fer samt inn eða það sem við erum að gefa einstaklingum. Þannig að ég vil bara árétta að stundum lærir maður á góðum sérfræðingum ákveðnum hluti, eins og ég lærði einu sinni. Þegar ég vildi alltaf setja græna í alla þá sem vorum í sigfalli, það voru endalausir sigfall og gefa græna, á stór æðileggur og bara, þú veist, gefa þannig að þetta sé örugt og svo þykkur sykurinn að gefa þetta. Ok. Í mörg ár hef ég notað bláa nál í stóra æð og ég hef gefið óblandaðan sykur og ég er örlítið lengur að því í sekúndutalið en sykursjúkir einstaklingar, sagði þessi sérfræðingur mér, að þeir náttúrulega eyðileggja æðar sínar langt fyrir tíman og alltaf vera að gata og alltaf vera að stinga á. Þannig að þegar við erum að setja svona leggi, þá setja ég bara í stóra æð og lítinn legg. Þannig að lúmenið hefur meira blóðflæði kringu sig sem að ertir ekki í rauninni æðina heldur en ef ég væri með rosalega þrönga æð og það er ekkert blóðflæði framhjá, þá ertir æðina miklu meira. Þannig að lítill skemmir æðina minna, þetta er örlítið lengur að setja í gegn og þetta er bara alltaf virkað og er ekkert flókið og ég skil eftir lítið sár hjá einstaklingnum og það er engin leið að ég klikki og fari eitthvað út fyrir og það leki eitthvað massífu sykur út fyrir og valdi eitthvað nekrosum og skemmdum. Bara ekki neitt svoleiðis. Þannig að þegar við erum til dæmis með brjóstverkjasjúkling
bara einhver sem með brjóstverk, þá vil ég hafa access. Og ég tek þann access sem ég get. Sumir eru með stóra ræðar, aðrir eru með litla ræðar, en ég hef þetta bara eins þægilegum staði og svo hægt annars ég ekki fyrir neinum. Og oftar en ekki bara handabögg bara fín og ég set bara lítinn legg. Vegna þess að ég ætla bara að gefa kannski lyfjagjöf. Ég ætla bara að gefa honum morfín. Það eina sem að fara þarna í. Og ef ég ætla ekki að fara að vökva einstaklega massíft. Nú ef það þarf eitthvað síðan mér, þá bara breytum við og setjum við eitthvað annan legg ef það kemur fyrir. En við erum alltaf með access ef hann fer í stopp eða hvernig það er. Án þess að þurfa, ef við erum með brjóstverk og við séum alltaf að setja eitthvað rosa stórt. Og þannig að ég mæla alveg með því að fólk velji það sem það er að fara að gera í það og það tilfelli. Ef að fólk er rosalega veikt og meðvitað skert eða meðvitað já ok, þá getum við farið í olnbogabótinn. Ég veit að gjörgæslan vill fá að eiga olnbogabótina upp á að ef að fólk er að fara beint í aðgerð og eitthvað annað. Þannig að við getum setta á öðrum stöðum, bara fæn. Ef að það eina sem við höfum er olnbogabótinn, bara all for it, En helst vilja ekki að við séum komni með einstaklingin út stungin og þau get ekki nota þennan access, ég veit það alveg. Og svo eins og fyrir þræðingarnar, það eru mismunandi svona preferred choices eins og sagt er. Þannig að þegar ég er að setja bæðleiki, þá hef ég alltaf allt saman klárt. Nú ætla ég bara að setja upp eitt lítinn hérna í mann sem þarf ekki á neina að halda. Ég er með allt klárt. Ég er með, tek alltaf til og hef það einhvers staðar á hreinu stað, þá er ég með þetta ef eitthvað klikkar. Og ég þarf að taka æðleikin úr. Það er því að you win some, you lose some, hafi ekki áhyggjur af því. Ég er með spritt, ég er með æðleika sem ég ætla að nota. Ég er með sprautu og saltvatn og stundum er að prífyllt. Og sjálfsögðu fer maður glófa og ég nota hvert einasta tækifæri sem getur gert í mörg ár að gera þetta á ferð. Aka bíl, þannig að ég get gert þetta undir miklu álagi, miklu stressi og það er eitthvað. Þannig að ég bara gerir klárt fyrst áður en ég fer að íhuga að stinga einstaklinginn. Dreg þetta bara allt saman, gerir tilbúið. Þetta er bara klárt hérna hjá, þannig að sé allt saman nokkur hreint. Og svo opna ég til dæmis þetta. Plásturinn hefur hann, klára hann bara. Ég finn hérna litla stykki sem fyrir undir. Já, nú veit ég hvað það er og ég veit hvernig þetta er. Ég fæ hendina á honum, ég líti á, ég ætla bara að setja hérna rétt í handarbakið. Þannig að stað sem fer á. Og til þess að poppina aðeins upp hérna æðinni, að þá lemja stundum. Bara aðeins til þess að örfa svona smá bólgusvörun og fá æðinu upp. Og ég veit ég ætla að setja hann hérna. Þannig að ég tek bara sprittið og ég hreinsa svæðið vel. Hreinsa svæðið vel. Tek þetta frá, þetta á ekki að taka langan tíma. Ég ætla að nota bara lítinn svona bláan legg. Rosa fínt. Og þegar ég tek hann úr þá yfirleitt tek ég tappan hérna og hef hann bara í hendinni sem ég ætla að nota. Ég tek vængina, hef það klárt og svo opna ég þetta og nú er ég tilbúinn. Þannig að það sem ég gerir er að ég yfirleitt losa hann aðeins hérna á þetta. Stundum eru stífir og vilja hoppa svona til þegar maður er komin inn í einstaklinginn með æðleikinn inn og það er hálfleiðilegt. Þannig að nú er ég með allt saman tilbúið og klárt hérna til þess að framkvæma þetta. Og ef mér finnst hann ekki vera komin rosalega mikið upp, þá get ég aðeins örfað hann aftur. Bara lemja þetta aðeins upp. Og svo eru svo margir sem stinga til dæmis. Ég held svona að fólk er með sterað húð á hana. Það er svo margir sem stinga beint niður og fara svo óvart í gegn. En í staðinn fyrir að lenda henni bara, nokkuð svona parallel við æðina, kemur stunga og fólk til dæmis er ógeðslega kvartandi og líður illa. Þá ég segi þeim stundum bara, dragðu bara djúpt inn andan og þegar ég sting þá blæstu frá þau kröftulega. Þá svona líður því aðeins betur, skilur við. Ertu tilbúin það? Ok, dragðu djúpt inn andan. Nú kemur stunga og blástu frá þér. Ok, nú erum við komin inn. Ég er komin með flashback hérna. Þá dreig ég aðeins tilbaka. Og svolítið hörð húðun á strafnum. Dreig tilbaka. Ok, fínt. Losa stasan. Svo klemm ég bara fyrir. Tek legginn úr, hendi þessu frá mér. Nota stundum úr æðarleikum til þess að bara hérna mæla blóðsykur. Það getur mjög unna millimóli til eða frá en maður veit nokkurn veginn basensi hvað maður er með. Svo get ég skóla legginn. Þetta er bara fínt, finnur þú eitthvað vökva eða svona kulda að koma upp eftir hendina þér? Ok. Glæsilegt. Svo er það bara að festa þetta hérna. Setja þetta aðeins undir svona til að tylla þessu skemmtilega. Og það er bara þannig að allir
hafa sitt method og sinn stíl í það sem þeir eru að gera og það er bara æðislegt sko. En ég er ekki að segja að þessi leið sé rétt eða reitt svona, en að vita nokkurn veginn af hverju ég er að setja þennan æðileg, ekki bara ég sett upp æðileg, frábært, og ég setti hann stæðsta sem ég gat. Stundum er það bara kvikindslegt að vera að setja eitthvað risarör í handabak á fólki. Þannig að nú er þessi bara tilbúin út af því ég ætla ekki að fara að gera neitt annað heldur en að gefa honum einhverja verkastillingu. Þannig að pælið hans í þessu. Hvað er ég að gera? Af hverju er ég að gera það? See ya.